Flugvél frá Flugfélagi Íslands lenti í alvarlegu flugslysi í Færeyjum árið 1970. 8 manns létust, 26 björguðust en margir voru alvarlega slasaðir. Annar flugmaður vélarinnar komst lífs af við illan leik, en flugstjórinn lést. Flugvélin sem fórst var að gerðinni Fokker Friendship með 30 farþega borð, auk 4 manna áhafnar. Flugstjórinn Bjarni Jensson fórst í slysinu og 7 farþegar. Þessar myndir voru teknar þegar komið var með flugfreyjurnar 2 til Reykjavíkur, auk farþega frá Færeyjum sem hafði slasast. Einnig var komið með lík flugstjórans. Fjöldi fólks var á Reykjavíkurflugvelli, þar á meðal stjórn Flugfélags Íslands og aðstandendur Íslendinganna sem í vélinni voru. Við vorum að gera aðflug að Sörvársflugvelli í Færeyjum og í vondu veðri og með býsna frumstæðum tækjum og það er reyndar aldrei alveg staðfest nákvæmlega hvers vegna að þetta slys skeiði en að langlíklegustu leyti hefur það verið það að veðurradar flugvélarinnar hafi truflað radioveita sem við vorum að fljúga eftir og þess vegna höfum við byrjað að lækka flugið of snemma og endað með því að fljúga þarna í Mugines. Manstu vel eftir þessu? Ég hlaut mikið höfuðhögg við slysið og við það þá orsakast það þannig að ég man ekki neitt af allri flugferðinni og svo bara 3 svona minningabrot frá slysstaðnum. Það dóu 8 í þessu flugslysi. Þar var Bjarni Jensson flugstjóri og svo 7 farþegana. Flugfreyjurnar sluppuð þokkalega vel eins og ég sjálfur má segja. Reyndar hryggbrotnaði önnur þeirra, Hrafnhildur Ólafsdóttir, en Valgerður Jónsdóttir, hún slapp svo til alveg ómeidd. Þannig að þeir sem komust af í slysinu, þeir hafa náð heilsu allir saman? Já, það má vel að segja það að það, ef maður horfir á svona það góða við svona hörmungar atburð, að þá er ekki hægt að segja annað en að það hafi verið mikil mildi að yfirleitt skyldi nokkur lifa af flugslys þegar flugvél lendir á Klettaey eins og Mugines er og það voru sem sagt af 34 sem borð voru að þá lifðu af 26 og ég veit til þess að þeir hafa allir náð býsna góðri heilsu. Varstu ekki hræddur við að fljúga eftir þetta hræðilega slys? Nei, ég get eiginlega ekki sagt að ég hafi nokkuð tíma verið hræddur og þegar ég byrjaði að fljúga aftur eftir 4 mánuði þá fór ég fljótlega aftur til Færeyja einmitt og svona á heildina litið þó mér finnst það svona snerti mig alltaf þegar farið í gegnum þessa hluti en þá það ekki neitt mjög erfitt og ég bara þakklátur fyrir hvað ég var lánsamur að öðlast heilsu og geta starfað áfram eftir svona hræðilegt slys. Svoleiðis að það hefur eiginlega verið oft hnift við mér þegar ég talið mig vera í einhverjum erfiðleikum að ég vann einu sinni stærsta lottóvinning sem hægt er að vinna, að lífið sjálft.